Já, það held ég að kæru hlustendur þið að fara að hlusta á síðasta árseiningaþátt ársins hjá okkur bingjumönnum. Já, það bara staðan. Og þá vildum við bara, viljum svo innilega biðja okkur eitt greiða. Fara inn á veituna sem þið eru að hlusta á okkur í, gefa follow á channelið. Þetta jólagjöfin frá ykkur til okkar. Já, og kannski gefa review, svona stjörnu-review. Já, það verður rosa inn á gaman. Apple Podcast. Já, bæði, en þú getur skrifað vissulega inn á Apple Podcast. Þannig að það verður gaman að fá eitthvað skrifað. Svo fengum við reyndar jólagjöf frá Bjössaði Peti. Takk fyrir það, Peti. Já, takk. Nú árið liðið í aldanna skauta. Ekki? Þetta ekki jarðaför, þetta jólaþáttur. Þetta fullur eða? Þetta áramótaþáttur. Ég mæti enga meir og þú ert fullur. Já, við vorum búin að lofa því. Já. Herri, það 27. desember, síðasti þátturinn á árinu. Ég hafði nú haldið það maður minn. Þetta nú búið að vera ár hjá okkur félagunum. Það ekki það? Jú, mjög gott ár. Ég, sko... Ég tók að saman einn daginn, við vorum með 33. föstudagskaffið. Já. Og ég heldur séum í 43. þætti. Það svoleiðis. Ársreikninga. Já, jú, það getur kannski passað. Það allir löngu búin að missa tölu á þessu. Já. En þetta allavega orðin ágætis katalógur hjá okkur. Já, og viljum auðvitað þakka ykkur kæru hlustendur fyrir að styðja við bakið á okkur og fylgja okkur í gegnum þetta allt saman. Já. Þetta búið að vera hreint hafari. Já. Og við höfum komið langa veg síðan síðast og ætlum svona að heiðra þessum þætti dálítið, okkar, þú veist, fyrsti þátturinn okkar. Já. Hann var vissulega jólahúsið og jólaútterja, þar sem það nú hátíðar og svona. Þá langaði okkur svona aðeins að kíkja aftur á jólahúsið og sjá hvernig þeim hefur gengið síðan. Þetta mun vera áhugaverður þáttur. Já, vona það. Ég ákvað að kíkja ekki á ársreikningin. Nei. Og ég ætla að leyfa þér bara... Já. Take it away. En þú kemur samt með svona léttan föstudagskaffi lið inn í þetta. Já, ég ákvað að taka þann setja mig í spór óábyrgs ráðgjafa. Já. Og eftir þína þrumuræðu þá ég bara með 3 leiðir fyrir jólahúsið til að komast í einn jarðdagi veltu fyrir 2025. Ok, skemmtilegt. Bara 3 ráð. Já. 3 ráð. En eitthvað svona sem stendur upp úr hjá þér þegar að litið tilbaka á þessu ári? Á þessu ári? Já, eitthvað svona þáttur eða hvað svona... Sko, ég náttúrulega myndur á daglega hvað löður góðu business. Já. Það alveg svakalegt. Þvottastöð? Já. Já. Helvítis þvottastöð. Þér fannst það besti... Sko, fyrir mér, það engin efi í mínum huga að Leynilögin og Gunnars minn uppáhaldsþáttur. Já, það enda stórkostlegt. Á árinu. Algjörlega stórkostlegt. Það var eiginlega sá þáttur... Ertu alltaf að lækka í mér? Nei. Ég bara að reyna að hlusta á sjálfum mig. Ekki lækka þetta. Nei, ég var að hækki þér. Já, takk, svona, láttu mig. Það örugglega sá þáttur sem hvað mestur undirbúningur fór hjá mér og eins og ég sagði nú í byrjun þess þáttar að þetta var nú bara einhvers konar mál sem átti frekar heima upp á borðum Kveiks heldur en í pingjunni, sko. Já. En svo náttúrulega Leynilögin líka í því sem var náttúrulega bara stórkostlegu business. Já. Það hlýtur að vera besti businessin sem við höfum skoðað. Betur en löður. Þeir voru með að hæsta EBITDA hlutfalli allavega og örgli krónumtalið hlutfallslega hæstu EBITuna. Já, ég ekki frá því. Það örgulega besti þátturinn. Já, það bara, ef þið eftir að hlusta á hann, þá hvetjum við ykkur til þess. En þetta nú búin að vera margir skemmtilegi þættir hjá okkur, sem maður segir sjálfur frá. Já, við fengum nú sérstakt hrós að sería 3, The Winter of Working Moms. Hún hafi slegið í gegn. Ég veit marga sem hlustuðu aftur á þá seríu í kjölfar jólanátt, því að þetta náttúrulega stærsta retail seasonið. Það var Costco, Fjarðarkaup, Líf og List og Petit barnavöruverslun. Já, og svo var þetta svo mikið kreðsa inn í hverjum. Þetta var mikið, við vorum í overloadi. Þetta bara, þegar þú situr sko 4 desilítrum og mikið af sykri í sultuna, þá verður hún sæt. Já, það óumflýjanlegt. Sultan á að vera sæt, en stundum verður hún ofsæt. Og þessi fólk bara ljómaði, þú sofnar ekki á kvöldið þegar þú hlustar á þetta. En svo það versti þáttur, ég held að það sé nú alveg ljóst í okkar huga hvað þáttur það var.
Sem að rekstur eða við persónulega Já, ársreiningaþáttur, bara, já, eða bara svona leiðilegasti þátturinn hjá okkur. Já, býtu. Þetta vitum við þetta. Er það hjallastefnan? Bara fjármál sveitafélagana. Já, það helvíti maður. Hjallastefnan, nei, það var fínt. Já, nei, mér fannst þú hata leikskóla nefnilega, ég var ekki viss. Já, nei, ég vil bara afsaka það. Ég fekk hláturskast í þeim þætti. Já. Og ég fekk eiginlega bara svona kvörtun frá, einnig sem vinnur þarna sko. Þetta svona hafi verið hálf skrítið sko. Já, þú tókst stjætt leikskólakennara á niðurlega. Nei, það gerði ég ekki, en mér fannst voðalega fyndið hvernig þú átti bara svo miklum erfiðleikum með það. Já, það var ákveðin uppgjöf hjá mér að gera leikskólaskil eins og mér fannst það bara fyndið og ég hefði gaman flest allt annað. En það er auðvitað rétt, fjármál sveitafélagana voru boring, afsakir orðbræðið. Svo eru þættir sem að voru svona hvað vinsælastir hjá okkur, Core og Nexus. Annasamt, sem er skemmtilegt, var að hlusta á fagur ljómana í kringum kosningar þegar við erum að cover þetta, það hvað ég að bæta hitt og þetta og eitthvað. Svo núna þegar hingað er komið, það er allt í sama skít, það er ekkert að lagast. Stjórnmálamenn ég hata pólitík út af þessu eru gjörsamlega prinsiplausir sko. Já, þú veist, þetta er algjör þvæla sko. Já, sko, þetta er eitthvað sem ég bara hættur að nenna að væla yfir út af því að maður veit að þú veist, það er alveg sama hver býður sig fram, hversu vel hæfur eða flott manneskja þetta er. Þetta er alltaf bara samfélagsmein stjórnvöld, það er bara þannig. Og það eru allir tuðandi, allar stéttir, alltaf, yfir öllu, þannig að það er bara best að spá ekkert í þessu sko. Bjarni og Sjallarnir eða Leftiarnir, það skiptir engu máli sko. En já, vinsælustu þættir, það var sennilega Blöss og Sómi voru saman í þætti, svo Core og Nexus saman í þætti líka. Já, svo var Nings nokkuð vinsæll. Ég var náttúrulega með dómsdagsspá þar sko. Já, þú spáði þeim gjaldþroti. Fólk hefur mjög gaman að því, ég spáði Nings gjaldþroti innan 3 ára. Ég trúi það, þeir eru á leiðin að First North bara eftir 2 ára. Nei, það myndi ég ekki segja. Okay. Svo var Billboard, hann var lúmskur, hann leyndi á sér. Það var hrikalega skemmtilegt. Já, Hopp líka, það var, hann var örugglega topp 3 vinsælustu. Svens, góðu líka, þetta er aragrú á þáttum, þannig að kæru hlustendur, ef þið eftir að hlusta á eitthvað, þá eru nokkrir góðir, nokkrir frábærir og svo flest allir góðir. Já, akkurat. En við ætlum samt ekki út frá hlustun. Nú ert þú að tala upplifun okkar beggja af skemmtilegum, sem okkur fannst skemmtilegt að taka fyrir og spá í. Er það ekki út frá hlustun að þá er Blöss þátturinn og Gummi Kíró? Sko, kannski til að taka það fram, þá er Jólahúsið á Akureyri og Jóúteri, fyrsti þátturinn okkar, hann er mest spilað, hann er vinsælustur sko. Er það? Hann er bara með, hátt upp í 10 spilanir sko. Já, ok. Og en svo koma hinir í kjölfarið, þetta er náttúrulega alltaf bara þannig með sko, þessa tölfræði fyrstu þætti, þeir eru alltaf vinsælastir bara tölfræðilega sér, fólk að tjekka og svo er einhverju sem líkar ekki og þannig að það er nú einhverju haters. Já, einhverju haters, já, það er bara partur af þessu. En fyrir utan Jólahúsið á Akureyri og Jóúteri þá er held ég Blöss vinsælastur. Blöss og Sómi. Já. Þannig að við óskum þeim til hamingju með það. Já, var ekki Kíró líka hátt upp? Jó, Kíró var líka nokkuð vinsæll. Já. Þetta eru margir hverju vinsæli þættir hérna. Ef ég væri að sjá growth hack hjá okkur núna á næstunni, þá værum við bara að taka fyrir business áhrifavalda. Já, það er... Við værum að taka pump. Já, það er heitt sko. Hverjir fleiri frægir? Við erum eiginlega bara að taka seri á 9 ári. Bara... tökum bara áhrifavaldan. Growth hack. Taka bara 1 mánuð í því. Já. Fólk hefur gaman að því. Eins og ég segi, í grunninn þá snýst þetta bara að fólki finnst svo gaman að sjá hvað aðrir er að græða. Það er bara þannig. Akkurat. En þó eru náttúrulega fullt af öðrum nytsamlegum Þetta er fróðleikur og skemmtun og allir fjandinn. Já. Jöfnir eru að tala okkur upp hérna. En allavega, þetta er búið að vera gaman og ævintýri og ég hafði aldrei búist við því að þáttur ársreininga myndi ná slíku flugi, þannig að ég bara sitja hérna meir, segja einlægni, kæra þakki fyrir. En í dag, þá ætlum við dálítið að leita aftur í ræturnar. Fara aftur í Jólahúsið. Já. En fyrst auðvitað verðum við að þakka okkar diggu samstarfsaðilum kærlega fyrir. Við erum með Kelduna, við þekkjum það. Þetta er auðfólkið, það sækir hann inn á hverjum degi. Já, lánþegar og launþegar. Lánþegar, launþegar, auðfólk, allir fjandinn. Og þarna er yfirleitt yfir bara alla
fjármálagerninga á markaði á Íslandi í dag. Já. Sömuleiðis nýjustu fréttirnar, svo það áskriftin góða. Hvetjum ykkur til að kíkja í hana auðvitað, einfaldaði lífið við ársreikninga yfirferð og annað. Svo það Björns okkar í Payday sem skilar alltaf jólakveðju. Já. Og nú hann að skila nýjárskveðju. Já. Og alla skottast inn í Payday og drífa sig að fara að Ég segi þessi markmið á nýju ári, kæru hlustendur, að fara hérna inn í Payday. Bara inn í Payday og bara byggja upp businessin þar sko, ekki spurning. Og það munu margir átt að sjá því núna sem að bíða eftir svari frá bókara, hvernig leit árið út hjá mér. Já. Af hverju ég ekki bara í Payday? Sér það bara strax inn í Payday. Sér þetta bara sjálfur í rauntíma. Herri, svo það Isnik að sjálfsögðu, okkar nýjustu samstarfsaðilar í ásreiningaþáttunum. Já, svolítið óvænt. Við nýttumst á þeim í tæpar 80 mínútur og hann mætti hérna og svaraði fyrir það í 80 mínútur. Já. Og í dag eru við vinir. Já, í dag eru við góði vinir Þórs og þeir eru hérna með okkur. Ég með valjúlen vikunar sem fyrr. Okay. Og það er svona í andaháttíðana, það er jule.is, það er laust. Já. J-U-L-E, 4 stafa lén og jule náttúrulega þetta þekkt, þetta slangur yfir jól. Þannig að ég held að það sé spurningum að, þú vilt ekki missa þessu. Nei, þetta er svolítið sniðið. Ótrúlegt að... Ekki þú fara að kaupa þetta núna. Ég sé að þú ert komin eitthvað, hvað er þetta? Svona, af takkanum. Ég var að spá, allir maður geti ekki ónað SEO-ið fyrir júlevennir að eiga júle.is. Já, svo er það. Já. Herri, svo er auðvitað Landsbankinn, það eru póstlistarnir frá þeim og það er sömuleiðis markmið á 9 ári, auðvitað. Dældu, ég myndi eiginlega skrá mig á alla póstlistarna sem eru í boði þarna. Það er landsbankin.is/póstlistar. Það er auðvitað Hagsjáin og vikubyrjunin sem er svona okkar uppáhalds. Já. Og við erum búin að vera innbrotdóldið á því. Og vikubyrjunin bara að þú vilt vera með allt á hreinu í byrjun viku, þá er það auðvitað eina vitið Hagsjáin. Það er bara svona kannski flóknari fjármála svona útskýringar á mannamáli. Mjög þakklátur fyrir þeirra störf. Klálega. Eignasafnið mitt er niður svona 47%. Og ég var að hugsa á hvað er heppin. Því að það væri niður svona 67%. Ef ég hef ekki verið í Hagsjáni til að láta bjarga mér. Spotta verðbólguna, spáinu verðbólguna, stýrivaxtalækkanirnar. Algjörlega, það er bara basically allt. Þetta er bara summering á fjármálum hérna á Íslandi. Já. Í póstlistunum. En síðast er hann alls ekki sístir Dominos, búin að vera með okkur lengst, nánast frá upphafi. Þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir, það er þriðjudagur í dag, þannig að það eru þetta þriðjudagstilboðið gamla góða. Já. Og já, svo er náttúrulega árið mitt auðvitað, þetta er svona fyrir að vera síðustu forverð til að tjekka á því. Að hérna fara yfir hvað þú ert búin að spara þér í eldhúsinu. Já. Hvetjum ykkur til að kíkja á það. Kæra þakkir allir samstarfsaðilar fyrir samfylgdina án ykkar. Þá er þetta ekki hægt. Nei. Ég vil segja það. Herðu. Og þá ítum við á play á fyrsta þættinum. Nei, að það? Nei, það var illa gert. Við ætlum ekkert að fara í... Það væri illa gert. Við ætlum ekkert að fara í eitthvað svona recap þannig, við viljum bara svona renna yfir hvað er búið að gerast hérna. Sko, Jólahúsið. Heitir endur ekki Jólahúsið, þetta heitir Jólagarðurinn EHF. Já. Og þetta var í rauninni þitt fyrirtæki þarna á sínum tíma. Já. Og okkur fannst alveg magnað hvað þeir hafi vaxið þarna milli ára 2020 og 2019. Þá var vöxturinn 10,8%. Nei, það var ekki vöxturinn, það var að þau hafi fengið 107 milljónir í tekjur árið 2020. Já, við vorum eiginlega bara meist yfir því. Já, bara meist að það væri hægt að selja bara jólavörur fyrir 300 krónur á daga meðaltali, sko. Já, það er kannski ágætt að fólk bara íta á stopp núna, hlusta á fyrsta þáttinn og komi svo aftur inn og hlusta á... Yfirferðin þín er ekkit löng, hún er bara einhver 8 mínútur eða eitthvað, sko. Já. Á jólahúsinu. Ég er farin að tala í svona 22 mínútur á meðaltali í dag. Já. Ég ætla að reyna að fara bara snöggt yfir þetta. Já, þetta er áhæfri punktar hérna, þetta er skemmtilegt. Því að þú náttúrulega bara gjörsamlega sleftir því að fara yfir efnahagsreikningin, sko. Já, hvað er það? Hvað er það? Hvað er efnahagsreikningur? Já. Já, það er yfirsást allavega nokkuð gírun þarna hjá þeim. Já. Þú nefndir, sko, þú ert nú mikill aðdáandi góðrar gírunar sem skrítið þetta að við farið fram hjá þér. En sko, til að smá recap, Benedikt Ingi Gretarsson og Ragnheiður Heiðarsdóttir splitta sitt konum 50%. Og þetta er hugsjónafólk auðvitað, náttúrulega alveg snargalið að ætla að opna sér jólabúð sem á að vera opin allt árið. Já. Bara galin hugmynd. Já, í rauninni. En þau eru búin að, lifa á þessu í 26 ár, var ekki frá 80... Þetta var allavega aldafjórðungur í fyrra. Hvað segir þau? 2021 var þetta aldafjórðungur. Já, 96. Þannig að við erum á 27. ári. Stofna 96 líklegast. Og hérna, kennitalinn er frá 95. En allavega, árið í ár, 2021. Já. Árið í ár. Nýjasti útgefni ársreikningur.
Já. 147 milljónir tæpar í tekjur 37% vöxtur frá því 2020 og það er eiginlega bara það er galið sko, okkur fannst 107 mikið sko 37% vöxtur, hvað er að gerast þarna á milli? Þetta er, ok, það er aukin ferðamennska 2021, sumarið 2021, við erum samlað því fair point. Já, en sko, voru Íslendingar svona duglegir að halda rekstrinum upp þarna 2020 því að sko 2020 hafði verið þeirra besta ár í rauninni. Ég veit það Þangað til, sko. Ef þú tekur hérna, við erum nú að skipa yfir 2020, við erum búin að vera að gera fyrirtækið þann greiða. Já. Við gerum þeim engan greiða með að skipa 2020 sko. Nei, þú veist. Og þau eru ekkert að fara aftur til 2019 talna. Þau eru bara, þetta er bara bilaður vöxtur Þau eru í veldisvexti. Já, ef við tökum bara vöxtinn frá milli 2021 og 2019, það er 52%. Sko. Þau eru með tústöflu þarna inni, hockey stick growth. Þetta er bara svona flöt lína, svo er þetta bara skyrocket þetta núna. Já, en þetta eru sko með að við 6 ársverk, þau eru búin að fjölga úr 4 í 6 á milli ára. Já. Það hefur verið nóg að gera greinilega í sumarhjöðum. Akkurat. Eða bara á árinu. Þetta eru 24,4 milljónir í tekjur per starfsmann. 26,8 árið 2020. Já, þannig að, ok. Þannig að þau eru að lækka aðeins þarna. Herðu, kostnaðarverð seldra vara, 56 milljónir tæpar, sem að gera 123% álagningu, sem er bara svona... Sorry, kallið minn, það er 65 milljónir. Já, herðu, ég meina það. 56, já. Ég svissaði þessu. Hérna. En þú ert með valkvæða talnablindu þessa viku og ég virði það. Flottur. Fólk ber enga virðingu fyrir lesblindum í dag. Þetta er gott backup hjá þér hérna. 65 milljónir segi, en þá er sem sagt álagningin, hún er samt svo sama, 123%. Þau halda sig bara í því. Já, það er svona cirka meðaltal síðustu 5 rekstrarára. Það er bara eiginlega nákvæmlega meðaltal. Já, sko. akkurat. Þannig að þú veist, bara flott. Já, nokkuð bara sangjörn álagning að mínum mati. Nú, launin, tæpar 40 milljónir, hrein laun eru þar 33. Þetta er tæpar 53% 53% aukning á launakostnaði milli ára. En eru, eins og ég segi, bæta við sig 2 ársverkum. Já. Þannig að þetta er á kjaft eftir að launatengdu gjöldin eru tekin frá 461.772 krónur að meðaltali á ársverk á mánuði, sem er örlítil hækkun á milli ára sem við fögnum. Nú, EBITDAn, hún er frábær hjá þeim. Já. 23,3 milljónir sem er 15,9% framlegð. Já. Og það er bara nokkuð gott. En svo gerist það hérna, það er helvítis vaxtakostnaður og verðtrygging sem er að býta þarna stóran part af EBITDunni, rúm 4,5 milljónir. Ég binni svolítið svona Grinch á jólahúsinu. Já, og ég kem inn á það, þú veist, eins og ég sagði, þau eru dálítið gýruð og þú leist alveg fram hjá því í fyrsta þætti. Ég bara hafði ekki í mér að vera að henda þeim fyrir rútuna. Ég veit alveg að binni liggur á þeim. Já, en þetta eru sko 4,5 milljón í vaxtagjöld og verðtryggingu. Það kemur fram að vaxtagjöldin eru rúmar 4 milljónir, svo má alltaf verðtryggingin hafi verið um 4 til 500.000. Nú, afkoman hagnaður upp á 15,2 milljónir króna sem er 69% aukning á milli ára. Og hagnaðar hlutfallið er 10,3% sem er bara, þú veist, stórgott. Ég bara hattur á ofan fyrir að halda þessum rekstri úti og vera bara þéna ágætlega, sko. Þú veist, 15 kúlur í hreinan hagnað, sko. Já, dugnaðar fólkar. Þetta er algjört hugsun af fólk. Herðu, skundum þá bara yfir í efnahagsreikningin. Eða kannski að taka það fram, það hafa ekkert verið að greiða þessu út neitt arð. Nei, til hvers? Og nei, ég segi það, en það er líklegast vegna lán sem að hvílir á þeim. En förum í eignar, það eru 7,3 milljónir í fasta fjármuni og af því er 7 milljónir í fasteign og kostnaðarvirðið á henni var 18,2 milljónir, þannig að það er búið að afskrifa það alveg slatta. Þessi fasteign líka er búin að hanga þetta inni bara eins langt aftur og ársreikningarnir ná. En svo er eitthvað 300.000 hérna í vélar og tæki. Sko, svo er það veltu fjármunir 70 og maður sjá, er ekki að taka rétt hérna? Anna líka bara á meðan 77,7 milljónir, já. Smá fróðleikur fyrir fólk. Það fer inn í efnahagsreikningin og sér, já, höfum við fasteignir bókfærar á 7. Það borgar sig að fara í skýringuna.
til að sjá eins og þú ert að nefna hvaðan færðu þessa tölu. Kíkja á skýringuna á varanlegu rekstrarfjármun til að vita basically séð það sem búið að borga í fysiskum pening í eignina sem 18,2 í þessu tilfelli. Akkurat. Svo þetta alltaf afskrifað sko. Því að þú ert ekki að gíra 7 milljón króna eign upp á einhverja tæpar, hvað var lánið? 62 milljónir. Þá væri Binni bara með í gjörgæslu. Já, býtu, hvað það? 60? Nei, 32 segja. Já, einmitt. Já. En sko, förum aðeins í veltufjármunina, það áhugaverð stærri þarna. Veltufjármunir samtal 77,7 milljónir, svo byrðir 40,6 sem rosalega stór hluti af veltufjármunum. Og ég fór í velturhraðan, eitthvað sem þú gerir náttúrulega ekki á sín tíma. Nei. Já, ég ætlaði bara að segja það, þú veist, ég held að hlustendur sem hafa hlustað á seríuna Winter of Working Moms, þeir spyrja sig aðeins út í þetta byrðarhlutfall. Já, á hvaða leiti þá, eða þú veist, af hverju? Ég held að þetta sé of hátt hlutfall af veltu. Já, veltu, já. Og sérstaklega, þetta því ég spilt í ráðgjafin í dag. Já. Þá hefði ég haldið að þau verið að klára byrðirnar á þessum tíma ás. Já, einmitt. Í jólasölunni. Klárlega. Það einmitt það sem ég ætlaði að koma inn á. En mögulega hugsa þau öfugt að þau byrgja sig upp fyrir jólasöluna og selja síðan restin út árið, sko. Einmitt, sko. En þetta samt kannski mikið byrðarhald. Þetta 40 milljónir í jóladóti, sko. Ég meina, ef þú myndir likvidita þessa byrðir og borga upp skuldir til dæmis. Einmitt, klárlega. Ekki gera það, verið aðeins skýrur. Haldið aðeins í gírhunni. En svo Hefur ekki að gíra okkur aðeins? Með velturhraðan, hann sko 1,75 sem að þýðir að þau að velta lagarnum í rauninni sko 1,75 sinnum á ári. Akkurat. Það 206 daga biðtími á byrðunum. Það sem að svona full mikið. Ég held að bara þarna Ólafía og Óliver fattabúðum sem þú nýttist á hafi verið með herra, sko. Þau voru með einhverja 400 daga. Já, þau voru með slatt, nei, meira held ég, sko. Já, eða þá bara 500 daga. Þetta svona, þú veist, þetta fer auðvitað bara eftir iðnuðum, skilurðu, og... En þessi bæði í búðarekstri og við vitum alveg að þetta mjög hátt. Já, þetta svona í hærra lagi allavega. Ekki nema lagerkostnaður sé þeim mun lægri, en þú verður alltaf að reikna þetta. Ef ég var ekki með hennar peningi í byrðum, þá væri hann í vasanum á mér eða einhver annar stað, sko. En þetta aukning á byrðum milli ára. Akkurat. Og 6 milljónir eða svo. Nú, svo eru viðskiptakröfur og aðra skammtímakröfur. Það hljóði bara á 32,8 milljónir. Ég velti fyrir mér af hverju svona mikið, sko. Kreditkortin? Ég veit ekki, og kannski þetta indikator á það þetta hangir mikið. Jólaveltan sé 32. Og jólaveltan hangið þarna inn á kortafyrirtækjum. Það bara því miður engin skýring á því, en við erum bestir í að fabulera. Herðu, svo til að loka veltufjármunum þá cash upp á 4,2, handbært fé 4,2, pingjan. Já, þú hendi nú á að hún væri millidjúp hjá þeim í fyrsta þættinum. Sagði ég það? Þá sagðirðu, já, hún er svona millidjúp. Og þá voru þau með cash upp á 1,1, þannig að þau eru að auka handbært fyrir um 3 milljónir. Þetta bara, We've come a long way, sko. Já, ég ekki vissum að ég geti haldið á þessu í dag. Segðu það, sko. En þetta já, bara fín lausafjárstaða þannig. En þá förum við yfir í skuldirnar, kannski verðt að taka fram að eignir eru samtals 85 milljónir á bókfærðu virði. Þá eru það skuldirnar. Og þar eru við með langtíma skuldir í íslenskum krónum 34,1 milljón. Og hér aukning á milli ára. Og ég ætla aðeins svona, sko, við langar aðeins að reyfa aftur í tíman, sko, því að þau eru alveg búin að vera að stífgýra sig gegnum tíðina. Erum núna með 75% skulda hlutfall sem að það lægsta sem þau hafa verið með. Þau eru búin að voru með 92% 2020. 75%? Já, eru með 75% skulda hlutfall núna. Já. Sem svo sem þú veist, það ekkert allslæmt, en það samt alveg... Þau voru langt yfir 100% heil lengi. Já, akkurat. Og en já, ég ætla aðeins að reyfa verst að þetta datt út hjá mér. Það reyndar ein pæling með það sem að við fjárfestarnir kalla einhver dulin eign. Eins og þegar menn horfðu á símafyrirtæki fyrir 5-6 árum. Já. En það eru þarna óvirkir innviðir sem ekki á réttu verði í efnahagsreikningnum. Og mögulega getur verið að þetta skuldahlutfall sé svona lágt. Fyrir að fyrsta þá ertu náttúrulega með bókfærðaverðið upp á 7. En hvert raunverulegt virði
jólahúsins Einmitt. það kannski 200-300 milljónir? Láta efnahagsreikningin svitna, sagði Já, einhver. það er akkurat það sem að horfir hér á. Já. Þannig að Var ekki Johnny okkar sem sagði þetta? Jú, House of Skel. já, þannig að hér er oft mjög þægilegt að vera bara með spæraglerugun og segja, heyrðu, þau eru bara skuldsettu byrja áður og drull á sig. Einmitt. En þau eru með dulna eign. Duldar eignir, sko. Já. Þannig að þetta, eins og við höfum líka tekið fram að efnahagsreikningurinn, þú veist, þetta er... Ég meina, ég vissi Það er ekki hvað eitthvað var hérna það er fyrir eitthvað- 10 myndum. Nei, það er eitthvað afskrifað sem að þarf kannski ekki að afskrifa eins hratt og raunber vitni, sko. Þannig að þú veist, það er alltaf hægt að finna eitthvað valjú aukalega í efnahagsreikning eða ekki, sko. Já. Þannig að þetta er það nákvæmasta sem við höfum í dag. Sko, til að fara aðeins yfir lántöku söguna hjá þeim, þá er hérna 2002 taka þau 4,5 milljón krónar lán, 2003 13 milljón krónar lán, 2004 5,5 milljón krónar lán, 2005 22,5 milljón krónar lán, endurfjármagna vissulega þarna, sko, en svo þau eru búin að vera dálítið svona dugleg í að vera að taka ný og ný lán, sko, þú veist, náttúrulega meira í fyrri tíð. Já. En svo náttúrulega lenda þau hruninu og mér sýnist þau, þú veist, sýnist lánið alveg bóluna vel út þá, bara eins og, já, bara gengur og gerist, gekk og gerðist hjá flestum, sko. Já. Og er að endurfjármagna þetta hérna eitthvað í kringum 2013, gott ef ekki. Já, 2013 þá eru þau að endurfjármagna þetta og svo eru þau eiginlega bara búin að vera svona að lulla á því láni síðan, sýnist mér. Og það er náttúrulega verðtryggt, þannig að höfuðstóllinn er bara að haldast eins, sko. En þannig eins og ég segi, þau eru bara með lán á batteríinu og eru bara að greiða því og unna vel við þannig, sko. Þú veist, þau eru að hagnast vel og þetta bara gengur mjög vel. Það er ekkert að því að vera með lán, sko. Erum við ekki öll með lán? Erum við ekki öll lánþegar? Jú. Já. En þannig að hérna bara til að taka það fram að hérna einmitt, þetta er búið að hanga dálítið lengi á þeim þetta lán upp á, sem stendur núna í 34,1 milljón. Nú, það er eina langtíma skuldir þeirra, svo eru skammtíma skuldir hérna, bara þetta klassíska næsta árs afborgun og aðra skammtíma skuldir, viðskipta skuldir, þetta eru svona frekar litla stærðir en þetta telur allt saman 30,1 milljón og skuldir því samtal 64,3. Nú, með skammtíma skuldirnar. Nú hef ég mikið velt fyrir með skammtíma greiðsluhæfi og hef gert það frá degi 1. Já, eins og þú með tekjur per starfsmann. Já, við höfum verið mjög sannir okkar fyrstu metrikum. Já, og hérna... Við stöndum með þeim. Klálega. Og nú fór ég að skoða veltufjárhlutfallið hjá jólahúsinu. Það hefur aldrei verið betra. 2,57. Nú, það er alveg... Þetta er bara, sko, þau í rauninni, sko... geta greitt upp skammtíma skuldirnar sínar með veltufjármunum 2,57 sinnum. Já. Þannig að þau eru í mjög fínni stöðu þar. Lausafjárhlutfallið þá tekið byrðirnar út samt yfir 1,23 cirka. Það hefur engin áhyggjur af þeim þessi ár. Skammtíma greiðsluhæfi, flott, ágætis lausafjárstaða og bara, sem ég segi, skuldahlutfallið aldrei verið lægra, aldrei, svona seinni árum. Veltufjárhlutfallið aldrei verið hærra, sömuleiðis lausafjárhlutfall, þannig að þau standa ansi sterkum fótum, myndi ég segja, svona hvað var þar efnahag og rekstur, sko, en svo náttúrulega gæti þessu öllu verið kippt undan þeim, bara einn daginn. Nú? Bara fólk hættir að versla jólavörur. Já, heldur það? Nei, maður hugsa bara svona hver það sé það næsta sem það verður banna. Hver er að kaupa jólavörur fyrir 147 milljónir, skilur? Ætli það verða næsta sem er svona tabú? Nei. Að halda upp á jólin. Nei. Það má ekkert orðið lengur. Einmitt. Þú veist, ég meina, það er sama fólk sem að vill ekki að börnin sín fari í kirkju en vill samt halda jólin. Já, þetta er sama fólk. Ég meina, er ekki ákveðin þversögn í þessu? Jú, ég myndi segja það. En eins og ég segi, þetta er bara brilljant rekstur hjá þeim og þau hafa hróskilið og hérna, eins og ég segi, þó að ég sé ekki að fara að versla mér inn jólavörur, sko, þá er náttúrulega fullt af liði sem er alveg ótt í þetta. Já. Ég mun, svo er það. Ef ég fer til Akureyrar fyrir jólahúsi, ég mun alltaf kaupa eitthvað, sko. Já, það er 100%. Þannig að þetta er auðvitað svona líka túrismi í þessu. En já, þetta er svona sirka yfirferð mín og mér finnst þetta bara brilljant og vel við hæfi að kíkja á þetta aftur til að sjá hvernig hefur gengið og þau eru eiginlega búin að bæta sig á öllum vígstöðum frá því hérna síðast. Skemmtilegt. Bæði búin að hagræða, sömuleiðis efnahagsreikningurinn farin að líta betur út og bara stórkostlegt í raun. Ég hef ekkert meira um það að segja. Já, það setur svolítið mínar forsendur allar
út úr karakter sko, ég var eiginlega að gera ráð fyrir að ég væri gjaldþrota eða á leiðin í þrot Já, nei, og, alls ekki og að fengin hérna til að koma með sko 3 hugmyndir fyrir jólahúsi til að hugsa eins og Davíð í smitten. Hvernig náum við hockey stick growth? Hvernig komumst við upp í hjartan? Og sko, þetta byggir nú svo sem allt á nokkuð traustum grunni. Þetta eru hugmyndir how to make the big bucks á jólunum. Já. Og monetiseðu jólin fyrir mig, takk. Já, akkurat. Og á ég að nefna... Ég reyndar gleymdi að koma inn á það, bara örstutt, að þau eru með stórfína eiginfjárstöðu, óráðstafað eigið í 11 milljónum. Þannig að þau eiga svigrúm til arðs, þannig. Ég ætla að koma inn á það. Eigið stendur í 20,7, sem bara flott. Hefur einhvern tíma komið fram hvað mæta margir þarna? Nei. Það held ég ekki. Eða þú veist, þau eru náttúrulega ekki með heimasíðu. Nei. Þannig að það hefði verið kjörinn svona vettvangur til að leita því en ég bara fann það ekki. Það er einmitt fyrsta ráðið frá ráðgjafanum jólin að reyna að setja upp vefsölu og fara að selja merch. Það væri... Ég er nú orðinn merch-sali. Já, þú ert að selja merch Já. og það að þið hafi getað selt þessa undralandpeysu segir mér að hver sem getur selt merch. Og þá... Ég mæli með að fólk kynni sér þessa peysur. Já, ég meina þetta er fín peysa og ég veit að það eru góð gæði en ef að þið á þessum stutta tíma náðu að selja fólki peysu fyrir ykkar brand anskotin hafið að jólasveinninn og jólahúsið ætti að fokkin moka út merch. Já, klálega. Og þetta eru þetta góð pæling hjá þér. Hugsaður ef að þau var að selja jólanáttföt versus hver annar á landinu í vefsölu. Já, þau myndu alltaf. Ég væri búin að kaupa þeim. Já, þau myndu slátra því sko. Já. Þannig að ég gaf með það, þau geti auki veltu 30-40% með góðri vefsíðu, Shopify síðu og sniðum vörum fyrir jólin og allt árið. Sammála því? Já, það er mjög gott. Já, þau taka það til sín. 30-40%, þú kannski reiknaði fyrir mig, ég var ekki með veltun á hreinu. 30-40% af núverandi veltu? Já, þetta var bara svona 50 milljónir eða eitthvað? Já, bara einn vefstjóri, smá SEO, snjall einhvern fá sigga. Já, en þú veist, málið samt með jólahúsið er að þetta er svona ferðamannastaður og þannig, þetta er ekki, myndi ég segja, brand awareness er ekkert kannski stórt þarna. Nei, þú veist, það byrjar á því að búa til heimasíðu og byggir upp brand awareness. Ég veit það, en þú veist, pældi því hvað þau hefðu verið búin að geta gert með þetta, skilur. Sammála. Því að ég veit ekki hvernig logoið hjá jólahúsinu lítur út. En á móti, þá er þetta ekki kapitalísk gróðrastía sem við tveir værum til að bara koma inn með VC money og fokka upp. Þetta er fallegu fjölskyldurekstur. Já, ég sammála því. En, algjörlega. Næsta ráð, leave nothing on the fucking table. Hefur heyrt það? Já, einhvers staðar. Já, og það er að breyta hluta af húsinu í safn. Já. Ég held að sé ógeðslega stór hluti sem kemur út og skoðar þetta og gerir ekki neitt. Leave nothing on the fucking table, Santa. Það er ráðið sem að ég heyrði og las. Og vinnan væri ekkert svakalega mikil. Ég reyndar þekki ekki, eða þú veist... Þyrfti náttúrulega það er ekki stoppkostnaður. Viðbyggingu, já, en það er stoppkostnaður. En ímyndaði með þessa erlendu túr, þeir eru museum óðir. Ég veit það. Taktu ræðrasafnið og alla vitleysingarna sem að mæta til að skoða titlinga á Íslandi. Þú veist, við tókum metrikinn tekið på titling. Jólasafnið væri enga stund að taka sögu íslenskra jólasveina. Sögu jólasveinsins. Saga jóla á Íslandi, stórmerkilegt sko. Vera saman jólasvein á Íslandi, Finnlandi. Hvað þetta byrjaði? Bandaríkin. Fólk geti komið þarna inn, séð jólasveinana, þú veist, það er eitthvað bara fettis fyrir jólasveinum. Og þarna verður að borga kannski 1500-2000 kall og ég reiknaði að ef þú verður með 10.000 ári, sem er bara minimum, 15 kúlur ári, bara í þetta. Þú setur þetta upp einu sinni, svo ertu bara svona labbarinn í jólahúsi, býtu hvað er með þarna? Við erum bara með safn. Það er beauty við safn en bara framleiðin á þessu. Þú veist, þetta er bara einskiptiskostnaður þannig. Svo lengi sem fólkið komið inn til þá held ég að þetta sé mjög fín hugmynd. Þetta er bara fastu kostnaður við að setja upp. Svo bara byrjar gróðravillin ef þetta gengur vel til sko. Ég held engin betur en þau í að ryggja sig. Nei, klálega, ég samla. Og gera þetta áhugavert. Þetta er geðveikur punktur hjá þér. Ég er eiginlega bara með gæsahúð. Já, vefsala, leave nothing on the fucking table sem er museum. Svo er ég með 2 sem að aðra heyrði ég í podcasti og aðra hef ég gert sjálfur og önnur er töluvert stærri og ég var nú reyndar ekki með tölurnar, ég skal finna það út og setja upp einhvers staðar. Jólasveina myndatökur. Þetta er ekki jafn stórt á Íslandi eins og í Bandaríkjunum
en þetta búið að springa út og það ákveðin svona, segjum þetta bara peningapésar á okkar aldri farin að gera út af þetta eins og Halloween að þeir leigja helst svæði á fjölförnum stöðum yfir jólin eins og Smáralind, Kringlan, eitthvað svona Hafnatorga eitthvað eða þeir einfallega farin að taka laus rými á leigu og dekorata sem geðveikt jólahús inn í jólahúsinu setur jólasveinn og þú borgar einhver 10 skall, ég held séu $100 fyrir að koma með barnið þitt það situr í kjöltu jólasveinsins segir hvað óskar að fá í jólin og mynd og þú fær mynd af barninu með Hvað kostar þetta, segir þið? Ég held að það eru $100 Já, meist það full mikið Það er absúrt tala en gengur í Bandaríkjunum út af því að það er gert út á þetta í Bandaríkjunum að fá mynd og þú ferð á Íslandi er svo ríkt Þetta er bara orðið trend þar, þannig skilur Já, á móti á Íslandi er mjög ríkt að leikarar geta haft gott upp á jólavertíð að leigja sig út sem jólasveinar Ef ég væri bara á leiðin á götuna þá væri ég núna búin að leigja mér rauðan galla og bara reyna að komast í annarkvært partí í desember Ég held að þetta gæti skapað ungþveiti í Smáralind að vera kannski með bara 2 skall, 2,5 vermið á þessu Já, bara lægra Þeir eru 2 félagar saman, annar tekur myndir, jólasveinabúning Já, það er bara akkurat mótilið sem er í gangi Svo er þetta bara rúlar bara 2 mínútur max sko. Þetta er alveg bráðsniðut líka sko. Já, og sko, Þetta var það sem þú hefur gert áður Nei, þetta hef ég ekki gert áður Ég hef leikið jólasvein fyrir greiðslu sko. Já, ég gerði það, ég leik jólasvein á aðfangadag Hvað var það, svona 2008 fjáröflun þegar ég var í öðnuflokki Það ger ég aldrei aftur Ég var orðinn eitthvað eldri, 2002 eða svo hérna Já, sko, ég líka bara eyðilega jólin fyrir litla bróður besta vinnar Við fórum heim til hans aðeins skaust Hann kemur til dyra, trúir enn á jólasvein Æingvi Það sá í gegnum þetta Reikalett Hann hefur aldrei beðið þess bætur Greið Jújú, hann er í góðum málum Sko, síðasta sem að jólahúsi geti gert sem að við gerðum í Partus fyrir 2 árum rafrænar jólakveðjur Já Þetta, við vorum á seinir Við föttum þetta svona 18. des en við vorum með greiðsluvirknina og ég held þetta sem er að gert úti á þarna hvað heita síðuna það sem þú kaupir skilabóð frá frægum Já, einmitt Þetta er komið á Íslandi líka sko. Já, við gerum nákvæmlega sama nema við vorum með jólasvein sjálfstæður jólasvein sem er að moka inn Við tókum pantannar og fítum nafni batsins og einhverjum einum áhugaverð punkti beint á gæjan Gæjinn fór út í garð hjá sér tók upp á Snapchat og við sendum klippuna tilbaka En þetta fór aldrei í gegn Jú, við náðum að selja í 2 daga og mér minnir að við höfum selt fyrir 50 skall Já, þetta fór svona seint á stað Já, við náðum þessu í kringum 20. des Við vorum allt á seinir og við hættum við að auglýsa En ég sá bara potentialið að þú myndi byrja 1. des og væri bara með aðeins strömlinlega ferli mögulega væri jólasveinninn sjálfur þá ættur með góð móti 1000 pantanir eru 4,9 milljónir sko. Fyrir ótrúlega einfalda vinnu Hvað fekk jólasveinin í kött af þessu? Við tókum 20%, hann tók nefnilega 80% Já, það? Já, þannig, en við vonum líka bara, heyrðu, við verðum að prófa þetta Við hendum í þetta á innan 2 dögum Það tekið 10 skall fyrir þetta? Við tókum náttúrulega ekki neitt, sko En þetta voru reyndar allt börn sem ég þekkti sem fengu kjöðirnar og þau voru mjög ánægð En ég held að ef einhver myndi gera þetta rétt, eins og fyrir næstu jól Þú bara byrjar að auglýsa 1. des Foreldrin kaupir 2 og 5, 4 og 9, skiptir ekki máli Þú tekur bara 100 pantanir ferð út í garð, drekkur svona 4 sopa viski, verður sneldur bílaður og Halló, Arnar Þór Þetta er náttúrulega geðveik hugmynd sko. Ég langar að framkvæma þetta allt Já, og ég meina spilti ráðgjafinn hann hefur lokið sínu máli Þetta er 4 hugmyndir fyrir jólahúsið Það má segja að hér hafi verið að gefa ráð Þetta var ekkert annað 100% Ég myndi setja pening í og standa á baku hverja einustu Ég myndi reyndar ekki nenn að byggja upp vefsöluna hjá þeim en myndatökunar, jólakveðunar og safnið væri mjög áhugavert að gera Já, klálega Þetta var gott input og já, bara hvetjum ef að jólahúsið er að hlusta eigendur, þá bara þá er þetta fríar hugmyndir fyrir ykkur Já, road to 1 jardi Já, Benedikt og Ragnheiður bara vesku En þá held ég nú að við förum bara að ljúka þessi bili hann verður í styttri kantinum þessi þáttur eins og svo fyrsti Já, það kom ein jólakveðja inn yfir helgina sem ég vildi koma að hún svo krútleg sendi mínar bestu óskir góða ávöxtun lækkun stýrivaxta og áframhaldandi hagvöxt á nýju ári
með jólakveðju og guðsblessun Sigurður Páll Guttormsson. Já. Þetta hans balli okkar sem með hlaðvarpi Hvítþvottur. Já, kæra þakkir. Þetta datt inn helgina og ég ákvað að hleypa þess að. Skemmtilegt. Þannig að ef þið verið þreytt á okkur á jólunum þá mæli ég með nýju íslensku hlaðvarpi sem heitir Hvítþvottur. Já, klálega. Fjallar peningaþvætti. Herru, þá fyrir við bara að ljúka þessu í dag og þetta ekki síðasti pingjuþáttur ársins þó þetta sé síðasti ársendingaþáttur. Á föstudaginn kemur föstudagskaffið og það verður eitthvað áramóta 4 á okkur strákun. Já. Svo byrjum við bara á neglu í næsta ársendingaþætti. Ef að segja hvað það er. Já. Play. Já. Vorum við ekki búin að segja það? Já, við erum búin að tala til rós. Já, en það er play og við ætlum að gera þeim skil 3. janúar. Það þýðir bara ekkert að hlaupa í kringu skóin lengur, það þarf bara að ráðast á hann. Ég segi það. Herru, þá þökkum við fyrir okkur hér á þessu ári. Verið sæl. Gleðileg jól. Gleðilegt ár. Það er náttúrulega þáttur eftir. Já, bara í ársendingaþættinum, skilur. Já. Við erum aðra manneskjur hér. Já, auðvitað. Svo er einhverju sem hlusti ekki á föstudagskaffið og svona öfugt, sko. Já. Þannig að við kveðjum ykkur öll bara og óskum ykkur gleðilegs árs. Já, bye.